Komið þið sæl og eins og vanalega á þriðjudögum að þá setjast tveir ritstjórar hjá okkur og ræða helstu fréttir og þeir eru sestir hér hjá mér Jón Trausti Reynisson sem annar ritstjóra Stundarinnar og Magnús Geir Eyjólfsson sem stjórnmálafræðingur og fréttastjóri Mannlífs. Velkomnir. Takk fyrir það. Það af ýmsu að taka og það náttúrulega eru kjaramálin en mig langar að byrja Jón Trausti á þessu hérna, á Stundinni. Bannaðar fréttir birtar og þarna eru þið að rjúfa lögbann sem að þið fenguð á okkur þar sem að í fyrra haust, þar sem þið voruð að fjalla viðskipti Bjarna Ben og fjölskyldu í aðdraganda hrunsins og Varðar Glitni og þá Íslandsbanka. Og nú hefur lögbannið varað í 375 daga, það eru 3 vikur síðan að Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að lögbannið væri ólöglegt. Tekur þá undir með héraðsdómi í febrúar. Þannig að það Glitnir Hold & Co, þrotabú Glitnis sem að fór fram á lögbannið, sendi til sýslumann, töldu bankaleynd eiga við. Það ekki liðnar 4 vikur sem að fresturinn til þess að áfrýja til Hæstaréttar, þá fyrir þrotabúið. Af hverju það birta þetta strax? Við reyndar lítið mikið svo á þessum að rjúfa lögbannið, beinlínis heldur eru að ljúka því og við tókum ákvörðun það að ljúka því áður en að 4 vikna áfrýjunarfrestur til Hæstaréttar rynni út. Það bara einfaldlega vegna þess að það mögulegt að túlka lögin þannig að því sé lokið. Í fyrsta lagi þá ekki gert ráð fyrir Landsrétti í lögbannslögunum og það kemur fram að það beri að áfrýja til æðri dóms og innan ákveðins frest eftir það, eftir að æðri dómur kemst að niðurstöðu, þá lögbanninu lokið. Nú, það var áfrýjað fyrir til Landsréttar og Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að lögbannið væri í stuttumáli fáránlegt. Og þarna sýslumaður gagnrýndur líka fyrir að hafa komið inn til ykkar og að fá gögn? Já, fyrir að hafa heimilað það að þetta dómþing yrði haldið inni á skrifstofum okkar og að það yrði haldið fyrirvaralaust, þannig að við fengum engin tækifæri til þess að undirbúa varnir. Lögmenn Glitnis komu með stóran bunka af rökstuddur málflutningi. Við höfðum ekkert, við fengum 10-15 mínútur held ég til þess að skrifa eitthvert ansvar. Já. Þeir voru búin að boða þetta opinberlega til fjölmiðla leið og komu. Já. Við fengum ekki tækifæri til að svara fyrir okkur á sama hátt. Já. Þannig að sýslumaður fær gagnrýni út af þessu og þetta náttúrulega eins og okkur Glitnisgögn sem að þið hafið og í samstarfi við Guardian og Reykjavík Media, eða ekki? Jú. Varðandi þetta mál, hvaða viðbrögð hafið þið fengið við þessu skrefi núna sem þið takið? Við fengið mestmegnis jákvæð viðbrögð. Ég held að það sýndi sér til dæmis í skoðanakönnun sem var gerð þegar lögbannið var lagt á að fólki að miklu meirihluta þótti þetta rangt. Ég held að flestir séu sammála og eins og dómstólar eru mjög afgerandi í að umfjöllunin hafi átt erindi til almennings og að bankaleynd gildi viðskipti til dæmis þess aðila sem hefur einna mest völd í stjórnmálum í landinu, að bankaleynd gildi viðskipti í versta falli á gráasvæðinu hjá viðkomandi. Það náttúrulega mjög einkennilegt og takmarka lýðræði sem felst í því. Magnús Geir, þú hefur eitthvað fylgst með þessu máli og hvernig horfir staðan við þér núna í þessu? Bjarni Benediktsson vill ekki tjá sig og ég meina, það eitthvað sem hann ætti að gera? Það engin stefnubreyting því að hann tjáir sig ekki með þessi mál. Ég veit ekki betur en að Jón Trausti og fleiri hafa verið að rökkva með svör þessi mál, löngu áður en þetta birtist og löngu áður en hinn umfjöllunum birtist svo fyrri. Þannig að í þessu felst engin stefnubreyting. Hann bara hefur tekið þann pól í hæðina að hann ætla ekki að tjá sig málið. Já, en hann búinn að svara. Ég meina, hann hefur verið spurður margoft að þeim hlutum sem voru gerðir til dæmis að selja bréf í sjóði 9, þeim alræmda sjóði stuttu fyrir hrunið og þannig að ég meina, þarf hann að segja eitthvað meira? Það kannski frekar Jón Trausti sem getur svarað því hvaða svör það sem vantar upp á. Hvað vantar? Hann hefur til dæmis bara svarað því að allir hafi vitað það sem hann vissi. Hann geti svarað því nákvæmlega hvaða upplýsingar hann fékk á fundi með bankastjóra eða forstjóra Glitnis rétt áður en hann seldi hlutabréfin sín og fór það þar með 120 milljóna tapi í rauninni.
Við erum að fjalla nánar þetta vegna þess að við teljum að það hafi ekki verið, alls ekki verið jafnt aðgengi að upplýsingum á markaði og vegna þess að við náttúrulega höfum það forsendu að þegar þú ert fulltrúi almennings, þú ert starfandi sem fulltrúi almennings, sem þingmaður, sem á reyndar að vera fullt starf, þá getur þau ekki, þá er það einfaldlega hagsmunaárekstur ef þú ert að stunda viðskipti með bréf sem þú færð upplýsingar sem varða virði þeirra sem kjörinn fulltrúi. En sko, hafið þið alveg sannanir fyrir því að hann hafi fengið upplýsingar sem vissulega gögnuðust til þess að koma bréfunum sínum út? Hann náttúrulega hefur aðgengi að upplýsingum, staðfestingu og ekki staðfestingu, þar sem við sögðum frá í fyrra sem umfjöllunum sem var metin ólögleg af sýslumanni. Þar greindu við til dæmis fyrsta skipti frá því að hann hefði fundað með Lárusi Velding, forstjóra Glitnis, nokkrum dögum áður en hann byrjaði að selja, og fundarefnið var hvernig takast mætti á við vanda, hvernig ríkisstjórnin geti komist til móts við bankana í vanda þeirra. En ég veit ekki, varpar þetta ekki ljós, Magnús, á til dæmis tengsl viðskiptalífsins og stjórnmálamannana? Sér maður einhver alþingismenn vera í svona viðskiptum og inn á þingi líka? Og jafnvel vera formenn nefnda og svona? Ég held að sé ekki svona jafn umfangsmikið og það var, til dæmis eins og í þessu tilviki. Árunum fyrir hrun, það voru engar reglur hagsmunaskráningu, og menn voru í allskyns bixi, samkrull milli stjórnmála og viðskipta var það mikið, en ég held að við hrunið og uppgjörið eftirmála þess að þá höfum við allavega lært það að hagsmunaskráning þarf að vera upp á borðum. Og ég held að við séum ekki að fara að sjá svona stór dæmi svona samkrull viðskiptalífs og stjórnmála. Nei, en hvað, eiga stjórnmálamennirnir til dæmis að bregðast sérstaklega við því núna að núna er stundin með þessa ítarlegu, löngu, miklu greiningu á málum sem að varða fjármálaráðherrann okkar. Eiga stjórnmálamenn að stíga eitthvað inn í hérna og segja, byrju, við viljum fá meiri svör? Það er náttúrulega bara þögn að núti, Já, og í rauninni, þetta er taka fram, þetta er ekki fyrsta svona málið sem fjármálaráðherra er orðaði við. Hann náttúrulega var í Panama-skjólunum líka og hann sigldi svona frekar líkt í kringum það. Ég er kannski svolítið hissa að stjórnarandstaðan hefur ekki tekið þetta mál meiri upp í vikunni sem leið og þetta er ekki að koma frá stjórnarliðunum, þannig að boltinn er kannski sem hjá stjórnarandstöðunni. Já, kannski frekar það núna, En hvað, það verið að tala svolítið Jón Trausti, hvað er það sem er nýtt að koma sem sett fram? Þú talar þarna fund með Lárus Velding, en eru þið að draga fram eitthvað nýtt? Þetta er framhald af þeirri umfjöllun sem við vorum með, sem stóði yfir þegar hún var stöðvuð af sýslumanni og í framhaldinu kemur fram að ólíkt því sem hann hafði sagt sjálfur frá fjármálaráðherrann, þá var hann mun meira leiðandi í viðskiptum NGR-ættarinnar og í viðskiptum við Glitni banka eða Íslandsbanka eins og hann hét þá þegar á þessum tíma. Hann til dæmis talaði það fyrir í tengslu við vafningsmálið sem var náttúrulega dómsmál. Þar útskýrði hann undirskrift sína á sín tíma á skjal í þeirri fléttu með því að hann hefði einfaldlega bara verið beðinn þetta. En umfjöllunin sýnir að hann er miklu meira, hann í rauninni flokkast hann undir skuggastjórnanda ef eitthvað það er fjallað þarna tilraun NGR hópsins til þess að kaupa Toyota umbóðið og þar er Bjarni alltaf go-to aðilinn og hann er sá sem að tölvupósta frá honum og hann ætlaði ekki að selja BMF-inn sinn strax sem hann er búinn að panta sér. Já, einmitt. Og við fjöllum líka lauslega Benedikt Jóhannesson, stofnanda Viðreisnar og ég held að þetta sé umfjöllun sem kannski útskýrir undirliggjandi þætti þess hvers vegna farið var í ríkisstjórnarsamstarf Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar að viðskiptatengsl Benedikts við Bjarna eru nánari heldur en maður átti að sjá fyrirfram. En er ekki bagalegt að nú náttúrulega reglan í fjölmiðlum að taka báðar hliðar
og og veit á þá lesendum og áhrendum sem sagt báðar hliðar. Ekki mjög bagalegt að hér heyrist ekki rödd þá Bjarna? Ég veit ekki betur en að hann hefði haft tækifæri á því að koma sinni rödd á framfæri, en hann kýs að gera það ekki. Já. Hafið þið beðið hann oft? Hann hefur ekki svarað okkur mjög lengi, hann hefur í gegnum tíðina líka hafnað því að koma í viðtöl þegar allir formenn flokkana eru í viðtölum. Í ykkar blaði? Já. Þannig að hann með einhvers konar bann á okkur. Já. En mér langar bara til að segja að varðandi þessa umfjöllun þá snýst þetta ekki bara dómgreind eða viðskiptasögu ráðherrans. Heldur Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, aðeins yfirmaður fjármálaeftirlits á Íslandi og hann beinlínis skipar stjórn fjármálaeftirlitsins sem tekur allar meiriháttar ákvarðanir rannsóknir og fleira. Já. Og hann er líka yfir öllu skattamálum á Íslandi, þannig að þetta er líka bara praktísk spurning og spurning þá að við vitum hvaða sögu viðkomandi fulltrúi okkar við þessu stjórn ríkisins hefur. Þetta ekki, Magnús, sem hann spáir í þetta, að hann skipi í fjármálaeftirliti sem gæti mögulega þurft kannski að hafa einhver afskipti af einhverjum hans málum. Segjum bara sambærilegum viðskiptum. Já, ég meina, eða eitthvað slíkt, sambærilegum innherri viðskiptum. Hvaða hagsmuni hefur hann af því að annars vegar bara að þrengja skilgreininguna á því hvað beri að fara í og hvað ekki. Já, þetta er alltaf spurningu sjálfstæði stofnana. Því fordæmið til staðar hjá honum. Já, sem þá? Viðskipti hans eru ákveðið fordæmi og þú getur ákveðið sem fjármálaeftirlit að fara skilgreina sem sagt viðskiptin þröngt eða vítt eftir hvort hversu vítt ætlar að hafa svið. Finnst það svo í fyrstu sýn að það þyrfti að breyta þessu? Já, ég held að það standi til með sameiningu fjármálaeftirlits og Seðlabanka. Já, akkurat. Og þá verður til mun öflugri og vonandi mjög sjálfstæð stofnun. Já. En við höfum fordæmi líka það að ráðherrar séu gerðir hreinlega að Seðlabankastjórum. Já, það eru ýmis dæmi það. Þannig við skulum sjá hvernig þessu sameining verður. Mér langar að vekja athygli á það náttúrulega verkalýðsbarátta og hún byrjuð og þetta viðtalið sem þú tókst við Sólveigu Önnu í nýjasta mannlífi og sem svona stærsta vonarstjarnan í þessu öllu saman. Hvaða, þetta orðið eitthvað svona PR-stríð svo í sletti? Það verið að toppa orðræðuna að forma VR, við erum ósigrandi, Sólveig Anna, Hörður Ægisson ritstjóri Markaðarins segir þetta séu sturlaðar kröfur. Hvernig orkar þessi orðræðið á okkur? Þetta er þessi svokallaða nýja kynslóð verkalýðsforinga sem eru mun róttækari, mun popúlískari heldur en þeir sem fyrir voru og orðræðan kannski bara litar svolítið af því að þeir koma úr öðrum bakgrunni og að það verður eitthvað að fylgja stórum orðum? Já, jú, vissulega og þau ætla sér stóra hluti en bara með að við hvernig horfur í efnahagslífinu eru þá fæ ég ekki sé að þau geti fylgt þessum stóra orðum eftir. Já. En það er náttúrulega það sem þegar það er nefnt að þá rísa þau á fætur og segja þetta eru bara óvinir okkar sem tala svona. Já, þetta er bara orðið þannig. Já, algjörlega. Og hvort þetta er hluti, þetta virðist vera einhverju svona dýpri hugmyndafræðilegri baráttu, ég meina einhver þeirra er tengt sósíalistaflokknum og sem stefnir nú bara beinlínis á einhverja byltingu. Þannig að þó þetta er kannski bara orðræðin í þeirri kreðsu. Að þeir sem eiga peningana og fara með fjármagnið, þetta eru óvinnir og vont fólk. Já. Og við höfum sannleikann af vopni og við erum gott fólk. Já, þetta er orðnar svona skýrar andstæður, Jón Trausti. Já, kannski ekkert mjög skrítið að það sé hert í verkalýðsbaráttunni eftir það hvernig orðræða til dæmis fjármálaráðherra og fleiri stjórnmálamanna hefur verið í kjölfar þess að alþingismenn og ráðherrar fengu alveg stórkostlega launahækkun á kjördag. Þannig að við gátum ekki fengið neitt tækifæri til þess að taka afstöðu í kosningum það hvort að kjararáð væri
réttilega skipað ef það tæki svona ákvarðanir risastór. Kjararáð vildi ekki trufla kosningarnar, var þetta eitthvað svoleiðis? Þetta var tillitssemi kjósendur. Já, takk fyrir það. Við hefum kannski getað fengið einhvers konar tækifæri til þess að bregðast við þessu ef það hefði verið hægt að vita þetta fyrir kosningar. En þetta er ekki nýtt. Það er verið að geyma skýrslur fram með kosningar. Það er gert henni tvígang mikilvægar skýrslur lykilatriði í stjórnmálum á Íslandi. Þannig að já, í fyrsta lagi þá er það ekki nýtt og ekki óskiljanlegt að þetta fari þessi leið. Þetta er bara rökrétt framhald, þessi polarisering. Rökrétt og ekki rökrétt, ég meina við erum að horfa upp á það bara út allan heim að það er að herðast orðræðan að hluta til vegna áhrifa væntanlega tækninýjunga eins og samskiptamíla. Þar sem að þú kemst í gegn einhvern veginn með stórum orðum. En er þetta gagnlegt? Nei, enga veginn, en það er, skilur þú segja, það er frjór eins og Jóntresti bent á út allan heim jarðvegur fyrir populisma. Það er að aukast misskiptingin í samfélaginu. Mönnulegt fólk er að horfa upp á ákveðna stétt bara sölsa undir sig gríðarlega auðæfi og við erum að sjá það kannski menn sem hafa verið út á kant í verkalýðshreyfingunni, Vilhjálmur Birgisson til dæmis, að hann er allt í einu fyrsti varaforseti ASÍ. Þetta hefur verið óhugsandi fyrir einhverjum mánuði síðan. Þannig að það er mjög frjór jarðvegur fyrir svona orðræðu og bara núna í vikunum var kjörinn forseti í Brasilíu sem kannski hafði verið hluta af kerfinum í lengi en sá tækifæri því að mála sig sem andstæðingur kerfisins og af því að hinir voru svo afskaplega vondir þá var hann kjörinn forseti. Já, það bara með svona einföldum aðferðum kannski en ég meina boðar það þá eitthvað gott? Já, það náttúrulega boðar ekki gott að við festum okkur í skotgrafir. Það hljómar kannski eins og klysja en bara svona rökfræðilega þegar þú kallar bara einhvern óvinn þinn sem gagnrýnanda eins og Hörður Ægisson vissulega hann er blaðamaður og ritstjóri og gagnrýnandi. Hún segir að hann sé hólur maður. Hólur maður og hann sé fjármagnsins. Húsbónda síns og eitthvað þannig. Ég hef ekki sýnt fram á það að hann sé með einhverjum svona hagsmuna árekstri eða eitthvað slíkt þannig að hann sem hafi áhrif á hans Þú komst nú til varnar sérstaklega í þessu? Já, mér finnst það ekki góðs viti þegar við erum að stimpla gagnrýnendur svona og jaðarsetja þá með því að einhvern veginn lýsa þeim sem viljalausum verkfærum og ómarktækum og óvinum. Við hefum séð þessu orðræðu mikið hjá leiðtoga sósíalísku byltingarinnar, Gunnari Smára, að einhvern veginn allir sem ekki í sammálunum eru annaðhvort fávitar, bjánar eða einhverjir húsþrælar, eins og hann kallaði Kolbrún Bergþórs húsþræl, eiganda Fréttablaðsins. Já, Gerpi. Já, og þetta er staði sem hann var sjálfur í fyrir ekki svo löngu. Þannig að þetta hjálpar engum. Nei, þetta ýfir náttúrulega upp reiðina. Mér langar að byrja upp enn eitt málið og það er þetta frumvarp sem Svandís Svavarsdóttir er að kynna núna, er í hinni svokalluðu samráðsgátt stjórnarráðsins og það er að breyta lögum þungunarrof sem hefur vanlega verið kallað fóstureyðing að það veri leyfilegt fram að 20. og annarri viku en núna er það leyfilegt fram að 12. viku og breytingin fyrir það líka í sér að konan getur ráðið þessu alfarið sjálf en þarf ekki að fá leyfi frá læknum eða félagsráðgjöfum í spítalanum. Hvernig horfir þetta mál við ykkur? Er þetta eitthvað líklegt sem verður samþykkt eða sjáu þið tilganginn með því? Ég held að þetta verði umdeilt. Það er gríðarlega viðkvæmt mál. Já, þessum staði núna náttúrulega erum við með frekar íhaldssama fóstureyðingar löggjöf og það voru kannski alveg rök fyrir því að færa hana kannski í átt að því sem gerist á Norðurlöndum en það sem er að gerast innan núna við erum að fara fram á Norðurlöndum. Þeir hafa kannski verið að miða við 18. viku en eins og staði núna stefnir ég að þetta verði heimilega fram að 22. viku. Við verðum nærri þá Hollandi og Bretlandi og bara meðal frjálslindustu ríkja í þessum efnum. En þú veist, er eitthvað óttast Jón Trausti? Ég meina, Sóley Bender sem er sérfræðingur í þessum málum í háskólanum segir að konur þær fara miklu fyrr í fóstureyðingu eða þungunarrof. Mér finnst það í fyrsta lagi fáránlegt að ef kona á að fá samþykki fyrir því að fara í þungunarrof eins og þetta er kallað. Mér finnst í raun hálfu erfitt að taka afstöðu til þessa einhvern veginn og það sem maður er bara af því kyni sem þetta á ekki við Já, ég með rátt kyn við borðið, já. Já, en mér finnst alltaf torkennilegt að vera að takmarka réttindi
fólks Já, bara yfir höfuð. illréttlætanlegt. Ég myndi halda að konur ættu sjálfar að taka þessa ákvörðun. Já. Almennt. Og þetta er auðvitað með vísanir því, ég menn þetta er sjálfsákvörðun réttur konunnar. Þannig að, og ég held að þetta mál geti svo sem aldrei farið neitt fram á öðrum grundvelli en bara tilfinningagrunni. Þetta er tilfinningamál fyrst og fremst. En nú er það nú þegar farið að birta myndir af fóstrum sem eru upp að 20. annarri viku. Já, ég meina þetta er náttúrulega þekkt í, sérstaklega eins og í Bandaríkjunum að þar eru bara allar fóstureyðingar álitnar vera hræðilega hlutur. Morð bara? Já. En sko þarna erum við að taka hérna skrefið svona langt, en náttúrulega lögin eru frá 1975 sem við búum við núna. Þannig að... Mér langar bara að benda á að Landspítalinn styður þetta frumvarp og ég held sko að við ættum svolítið að treysta á réttindi og vísindi í þessum málum. Réttindi og vísindi, einmitt. Talandi um vísindi, er eitthvað vitið því að klóna hundinn sinn? Dorrit ætlar að klóna sám. Nýji sámur verður á 6 milljónir, en það eru stöðvar sem sé í Texas og í Asíu einhvers staðar sem að klóna gæludýr. Er eitthvað vitið í þessu? Er þetta siðferðilega rétt eða skilji þetta? Ég, fyrir mína part að skilja ekki hvað þú getur borgað 6 milljónir fyrir að klóna hund. Það er bara ekki... Þó þessi sámur? Það er ekki minn veruleiki og Kári Stefánsson var því að þessi nýji sámur getur nú alltaf spitið hana því að hegðunarmynstrið verður ekki það sama. Þú ert ekki að fá sama hundinn? Nei, engan veginn. Þannig að, þetta er kannski svona spilast út svona, það hefur ekki verið mikið út á Íslandi, en þetta er kannski mjög algengt erlendis, þetta er svona eitthvað sem auðmannandi leikur einhver. Já. Hefur eitthvað gert þetta á Íslandi? Ég ekki svo ég viti. Nei, ég veit. Þannig að... Nei, er þetta ekki bara lýsandi fyrir það, hvernig framtíðin horfið? Nú er að tala um gæludýr og þetta þykir kannski voðalega fyndið og skrítið og við tengjum ekki við þetta, en síðan næsta stig er mannfólkið. Og það hefur náttúrulega verið boðað að auðstéttin innan gæsalappa, þessi vaxandi misskipting er náttúrulega að skapa ákveðna auðstétt að þetta fólk muni fá öðlast gríðalegt forskot á almenning innan gæsalappa. Að frysta sig eða klóna sig eða eitthvað svoleiðis? Já, að framþróun mannkynsins sem er náttúrulega álitin verðandi hlutur. Það er svolítið hrollvekjandi tilhugsun, er það maður ekki bara svo lélegt ljósrit af sjálfum sér? Þetta er ljóma sem einhver svona hryllingsvísindaskálsaga sko. Já. En eins og því, eru kannski Íslendingar að fá að upplifa bara fá innsinn inn í veröld hjá ákveðnum hópi fólk sem eru hinir ofurríku og... Enga þóttu fólkið. Já, og þetta er kannski svona veröld sem 99% okkar mun ekki skilja og það er kannski erfitt fyrir okkur svona venjulegt fólk að skilja svona hvað býr að baki. Já. Kannski eins gott að herða stéttabaráttuna núna áður en að þeir fara í klónun. Ég var nú bara að hugsa um íslenska bóndan, hvort þetta næði til hans, hvort hann gæti tvöfalda búfénaðinn. Ég held að myndi sitt svara kostnaði með að það kostar 6 milljónir að klóna hund. Já, akkurat, það var það komið. Herðan, við setjum punktin hérna í bili Jón Trausti Reynisson, annar ritstjóri Stundarinnar og Magnús Geir Eyjólfsson, stjórnmálafræðingur og fréttastjóri Mannlífsblaðs. Takk fyrir komuna og við höldum áfram eftir smástund.